Viktorandleg fræði, 7. kafli, hugur og hugsanir. Eitt af því fyrsta sem þarf að ná tökum á eru hugurinn og hugsanirnar. Þetta er einn af mikilvægu þáttum andlegra vakningar og opnunar. Hjá flestum er hugurinn á sífelldu iði og fleygiferð. Hugsanirnar koma og fara og það leiða af sér tilfinningar og stjórna þannig andlegri sem og líkamlegri líðan fólks. Eins og áður sagði þá er hinn andlega hlið mannsins byggð á 3 þáttum: sálinni, hinnu sanna sjálfi, egóinu og huganum, en þar liggur persónuleikinn sem gerir manneskjuna að því sem hún er. Persónuleikinn er samansettur áður en sálin líkamnast og ræðst samsetningin hans af þeim verkefnum sem sálin ætlar sér að vinna úr í komanda lífi. Persónuleikinn er afar fjölbreytilegur og getur samsetning hans verið á ýmsa vegu. Einnig ræður sálna aldur samsetningu hans. Sem dæmi þá velur ung sál sér persónuleika sem er ófeimin og þar sem einstaklingurinn er framfærinn og ákveðinn, og oft velur hún sér græðgi sem verður drifkrafturinn sem skapa oft á tíðum mikla atorku að ná í og öðlast það sem græðgin seilist í. Gömul sál getur valið sér persónuleika sem leiðir til mikillar einveru í komanda lífi. Þá fær eldri sálin ráðrúm til að gera upp sína hluti og byrjar að leita inn á við, og hinn veraldlegu gæði og hlutir skipta nú minna máli. Persónuleikin virkar eins konar síja fyrir framan sálina og egóið, og öll samskipti einstaklingsins við aðra fara því í gegnum persónuleikan. Það er síðan eðli hugsanana sem ræður því hvort það er egóið eða sálin sem vinnur með huganum. Í grunninn fjallar hinn andlega vakning og opnun að frelsa sálina og ýta egóinu til hliðar og sameina þar með huga og sál. Sá einstaklingur er oft kallaður sáluhólpinn og lifir sálarmegin í lífinu. En hvaða hugsanir næra sálina? Svarið er fyrst og fremst að líta jákvæðum augum á hlutina og vera bjartsýnn. Hugsa jákvætt sjálfan sig og náungan, hugsa lífið sem samvinnu en ekki samkeppni og vera kærleiksríkur. Hugsanirnar leiða af sér orð og gjörðir og því leiða illar hugsanir af sér ljót orð og illar gjörðir, á meðan kærleiksríkar hugsanir leiða af sér falleg orð og góðar gjörðir. Margir kannast við kvíðan, en þá eru óttaslegnar hugsanir við líði og snúast framtíðina. Hér eru blekkingar egósins á ferð sem skapa mikinn ótta og vanlíðan hjá viðkomandi. Slíkar hugsanir geta magnast upp og kvíðin orðið yfirþyrmandi að lokum. Einstaklingurinn ímynda sér að allt fari á versta veg og kvíðin magnast upp. Mikilvægt er að ýta slíkum hugsunum frá þegar þær koma upp í hugan og byrja að hugsa eitthvað jákvætt og fallegt. Láta hugan reika skemmtilega minningar úr fortíð. Það ýtir óttaslegnum hugsunum egósins frá og slær þannig á kvíðan. Því er ávallt mikilvægt að vera meðvitaður hugsanir sínar öllum stundum og beina þeim frá sem eru neikvæðir og skapa ótta og kvíða og geta leitt af sér illar gjörðir og orð að lokum. Frá sálinni koma kærleiksríkar og jákvæðar hugsanir sem skapa manninum gleði og sanna hamingju sem koma innan frá. Slík hamingja er eilíf og engum háð. Egóið nærir óttan og skapar sundrung manna á meðal, því geta hugsanir egósins verið neikvæðar og illari í garð annara, en slíkt leiðir að lokum til mikillar óhamingju, vanlíðan og þjáninga. Eins og áður sagði, þegar einstaklingurinn byrjar að vekja sálina með kærleiksríkum og jákvæðum hugsunum sem að lokum byrja að ýta egóinu smátt og smátt til hliðar, þá mun egóið bregðast við líkt og manneskja sem best fyrir lífi sínu. Því skapast mikil innri átök og ójafnvægi meðan á þessu stendur. Egóið sendir inn enn meiri ótta en áður,
sem á kvíða og gerir þetta til að viðhalda stjórn sinni á huga einstaklingsins. Því reynir verulega á að vera staðfastur og ávallt meðvitaður hugsanir sínar, orð og gjörðir. Gott að fara yfir hugsanir dagsins að kvöldi og hugleiða hvort þær hafi nært egóið eða sálina. Í hægum skrefum breytast hugsanirnar og verða jákvæðari og kærleiksríkari og ósjálfráðar að lokum. Þegar þetta hefur varið stund þá mun einstaklingurinn greina vel hvaða hugsanir og orð það eru sem næra sálina og ef að illar hugsanir birtast þá verða þær afar ábyrrandi og auðvelt verður að iðrast og gera betur næst. Til að ná tökum á því að róa hugan og hugarflæðið þá er gott að hugleiða og tæma þannig hugan. Það eru margar leiðir til að hugleiða og ólíkt hvað hæfir og hentar hverjum og einum. Gott er að setjast niður og loka augunum, byrja síðan á því að ná slökun í líkamann. Láta axlirnar síga, bak og mjóbak og mikilvægt er að leggjast vel niður í stólinn. Láta raskinnirnar síga vel niður og iljarnar síga niður í gólfið. Þegar líkaminn er orðin vel slakur þá er gott að anda afar rólega inn nefið og láta lofti fara langt niður í kviðarhólið og halda andanum niðri í smá stund. En þó án allrar áreynslu og átaka. Alltaf að flæða rólega og á eðlilegan hátt. Síðan að sleppa loftinu út mjög rólega út munnin. Þetta er endurtekið meðan á hugleiðslunni stendur. Síðan er að tæma hugan fyrir öllum hugsunum og ná fullkominni ró á líkama og huga. Sé þetta gert nógu lengi, kemst tenging á til sálarinnar og hinnar innri visku. Þessa æfingu má gera einu sinni til 2 á dag og má lengja tíman á hverjum degi. Í hægum skrefum kemst ró á hugan og jafnvægi kemst á taugakerfi líkamans sem er mikilvægur þáttur í andlegri vöknun og opnun. Í byrjun getur þetta reynst erfitt og það getur verið erfitt að róa hugan og tæma hann fyrir hugsunum sem koma upp í hugan í sífellu. Í fyrstu reynir egóið að sporna við þessu með óttaslegnum hugsunum sem raska ró viðkomandi. Einnig finna margir fyrir kláða eða óþægindum einhvers staðar í líkamannum en þá er egóið við stjórn að raska ronni og einbeitingunni. Síðan er að leiða allt þetta hjá sér og halda áfram sínu striki ótrauður. Sé þetta æft nógu oft og lengi, þá mun komast af jafnvægi og ró á huga og líkama að lokum. Þegar viðkomandi hefur náð tökum á huganum og hugsununum, þá er hægt að gera þessa æfingu hvar sem er og við ólíkar aðstæður, í göngutúrnum eða í sófanum í stofunni. Þegar þetta hefur verið stundað í dágóðan tíma og viðkomandi hefur lært að róa hugan og hugsanirnar, byrjar hann að tengjast henni innri visku sálarinnar og einnig alheimsviskunni. Þá koma upp í hugan upplýsingar og svörum við þeim spurningum sem hinn vaknaði hafði í upphafi ferilsins. Allt í einu veit hann margt sem hann vissi ekki áður lífið og tilveruna og þannig fækkar spurningunum jafnt og þétt og að lokum eru engar spurningar eftir í huganum. Þá hefur hann náð fullkominni opnun og tengingu við sálina og visku hennar og þar með hverfa allar spurningar úr huganum og fullkomi jafnvægi kemst á huga og taugakerfi sem og líkamann. Þá er árangrinum náð með hugleiðsluæfingunum. Einnig munu vandamálin og áhyggjur hverfa og hinnir daglegi hlutir sem tilheyra hinu jarðneska lífi verða mun auðveldari og lífið byrjar að líða áfram og hinn vaknaði flæðir með straumi lífsins í stað þess að flæða á móti straumnum. Mikilvægt er í byrjun að koma jafnvægi á taugakerfi líkamans sem á huga og hugsanir, ásamt því að ýta öllum neikvæðum og illum hugsunum sem á orðum úr lífi viðkomandi. Þannig hækkar meðvitundin og hinn vaknaði kemst í meiri takt við Guðs orkuna og sitt sanna sjálf. Til eru nokkrar aðferðir til að stunda hugleiðslu. Ein er svo að sitja í þögn og kyrrð og tæma hugan þannig. Einnig er hægt að finna hugleiðsluefni á netinu
þar sem viðkomandi leiddur áfram af einhverjum sem talar til hans í róandi tóni og jafnvel með rólegri tónlist í bakgrunni. Síðan er hægt að hafa eingöngu rólega tónlist í bakgrunninum til að róa sig niður og koma jafnvægi á taugakerfið. Það er misjafnt hvað hentar hverjum og einum og því er gott að prófa sig áfram og finna út hvað það er sem hentar viðkomandi. Í upphafi getur taugakerfi líkamans sem á líkamlega heilsa verið í miklu ójafnvægi og því getur tekið tíma að koma jafnvægi á líkamann sem og frumukerfið. Til að öðlast fulla andlega opnun þarf hinn andlega hlið mannsins sem og líkami að vera í miklu jafnvægi. Á öllum stigum andlegra vakningar og opnunar skal aldrei þvinga neitt fram né í gegn, heldur ekki að taka ákvarðanir í huganum, heldur leyfa hlutunum að líða áfram í jafnvægi og í takt við getu viðkomandi á hverjum tíma. Þvinganir gera lítið annað en að hægja og tefja fyrir. Eitt dæmi að taka ákvarðanir í huganum getur verið að ákveða að breyta algjörlega mataræði sínu frá einum degi til annars, en slík breyting og svo hröð getur haft neikvæð áhrif á heilsu líkamans sem bregst við þessari breytingu. Allt þarf að gerast af sjálfum sér í hægum skrefum, þannig helst jafnvægi á og allt þróast á sér náttúrlega og eðlilega hátt. Mikilvægt er að vera meðvitaður hugan og hugsanirnar og beina þeim ávallt í kærleiksríkar og jákvæðar áttir og leið að bæja þeim illu og neikvæðu frá. Með þessum hætti þá breytist hugafar viðkomandi sem á framkoma. Þannig hefst hinn innri umbreyting og andlega opnunin hefst. Allt fæðist í hugsuninni sem leiðir af sér orð og gjörðir sem verða aldrei betri né verri en hugsanirnar. Illar hugsanir leiða aldrei af sér góðverk og sama hátt leiðir kærleiksrík hugsun aldrei af sér illverk. Því er þetta afar mikilvægur þáttur og afar stór hluti af andlegri vakningu og opnun. Hinn andlegi vegur eða leiðin til eilífs lífs og frelsis er mjög hlykkjóttur og það er auðvelt að fara af sporinu og villast inn á hinn breiða veg er liggur til glötunar og þjáninga.